Núna ætlum við að setja þetta forrit sem við erum með annarkvort í inntölvu til að prófa eða prófa það í hermi. Og alveg sama hvort að við erum með inntölvu eða hermi, að þá förum við alveg sömu leið að því. Við þurfum að byrja á því að ræsa hérna herminn, eða í hvað sem sagt við þurfum að segja, nei, fyrst þurfum að ákveða í hvoru hlutanum við erum. Hérna hjá mér, já. Hún að tengja skjáin við allt það? Vorum við búin að tengja skjáin? Góð spurning, við skulum tjekka á því. Ef við förum hérna í skjáin og þá vorum við að breyta hérna litnum á flautunni bara og við hérna drófum þetta frá. Svo ég geti ungrúpa hérna til að tjekka á því hvort að ég gerði þetta með ykkur hérna. Og sem sagt ég tvísmelli hérna á og fer í animation og hér grænt B og mér sýnist að við hefum verið búinir að því. Ef svo ekki, þá þurfum við bara að skoða þá á hverjum stað fyrir sig. Þannig að þessi skjár ætti að vera tilbúin til þess að senda, eða til þess að nota við stigaritið. Þannig að við skulum bara sjá hvort að þetta gengur ekki alveg hjá okkur. Þá færum við þetta bara yfir og grúppum aftur saman. Grúp. Og mér minnir, ok, ég get tjekkað á flautunni líka, hvort að hún ekki örugglega, þetta var síðasta selnum sem við gerðum. Tek þetta hérna aðeins út fyrir, svo ég skemm ekki það sem það var. Hér flauta og hverfiljós. Og já, við bara sjáum til hvort að þetta hefur tekist hjá öllum að gera þetta. Svo ég held að við hefum verið búin að þessu sameiginlega. Ljómandi, góð spurning og við grúppum þetta aftur og og svo skoðum við þetta. Sem sagt, við ætlum, hér erum við með inntölvuna en við gætum sendið þetta niður ef hún væri á Ethernetti og allt væri í góðu lagi, væri með ýmislegt tengt við hana. En við ætlum að núna, og þá væri við, ef við erum með að senda þetta niður í inntölvuna, þá væri við með þetta hérna valið, standard mode. En við ætlum að prófa núna simulatorinn og þá það simulation mode. Þá þurfum við að byrja því allra fyrst að smetla á simulator mode. Já, þetta var bara PLC-bus hérna niðri, sko. En ég get haft alla skjáina opna svona, sem sagt, með því að gera tile vertikal. Já, þú getur tvísmelt hérna á kassan hérna undir configuration í project browser. Já, þannig að þetta allt saman til staðar, það sem við erum búin að gera. En ég þarf í rauninni ekkert á honum að halda núna. Bara til að minna okkur á að við erum að senda þetta niður í inntölvu, þá ætlum ég að sýna ykkur uppsetninguna. En við þurfum að smetla hérna á simulation mode. Það númer 1. Og þá bara staðfesta, við ætlum að breyta þarna yfir og staðfestu það bara, ok. Og þá getum við athugað hérna hvort að það sé engin villa hjá okkur og svo framvegis. Og þá smellum við hérna á Analyze Project. Það í sömu línu, bara mikið hérna lengra til vinstri. Analyze Project og þá keyrum við gegnum það. Svo ef við hefum breytt einhverju þá væri þetta svart hérna Build Changes en það ekki, ég hef ekki verið að breyta miklu en ég get bara til öryggisvarði í Rebuild All Project til þess að vera alveg viss og hún spyr mig stundum hvort þú vilt örugglega gera þetta en þarna fór hún bara beint í það. Og þá ég tilbúin til þess að fara í þetta sem að stendur hérna Connect. Það svona mynd af inntölvu rekka eða inntölvu sem sagt einingum í inntölvu og
þá smellir maður á það og nú svolítið spursmál hvort að við fáum þetta allt saman í gang. Ég held að hér sé bara við smellum á OK, við skulum sjá hérna, segir hún hérna varðandi Ethernetið sko. Ég held þetta sé allt í lagi, ég segi bara OK hérna, þetta í fyrsta skipti sem við keyrum þetta, þá kemur þetta upp, segi OK hérna og í næsta þá tek ég þetta hak í burtu. Þið skulið allir gera þetta, taka þetta hak í burtu, þegar ég búin að segja OK og þessa viðvörun sem var, taka þetta hak í burtu, use default application to start simulator. Þannig að það er ráðlegt að gera það. Segja svo, býttu nú við notum ekki password hérna, starting application with password, við setjum ekki neitt password hérna, við látum þetta bara vera svona. Svo segi ég bara hérna OK og ég þarf að gera þetta aftur af því að ég stoppaði þarna á einhverju. This isn't a valid PLC address og PLC is busy or media is off. Ég þarf bara að fara aftur inn í og fara í connect og þá ætti þetta að ganga. Ef ég smelli hérna á connect þá þetta komið. Þá sé ég hérna að ég get farið í disconnect. Þannig að núna næsta skref, erum við komnir með þetta? Já, þetta var allt í lagi. Þá næsta skref, það að download project. Það takið þarna til vinstri við disconnect. Það eru þriði takkin frá disconnect til vinstri. Og smellum á það, þá að download project af því að við erum búin að analysera og build changes og allt í góðu lagi. Og þá kemur þetta með flipa og segjum bara transfer. Smellum á það. Og sendum við forritið í herminn í þessu tilfelli hérna. Og það sem sagt hugbúnaður í hverri tölvu fyrir sig, þannig að það hermir innbyggður í forritið. Og nú sjáum við að hérna hér allt farið að gerast og nú þurfum við að gera það, næsta þurfum við að gera, það að fara í skjáinn og gera hann virkan. Ég ætla að minnka allavega hérna, minnka bara þetta hér, ég þarf ekki á því að halda og ég ætla að hafa skjáinn, ég merki skjáinn og ég ætla að prófa að hafa þetta hérna hlið við hlið. Smelli þá á tile vertically og þá kemur þetta svona, þetta ágætt að hafa þetta svona og þá sé ég samt eitthvað í stigaritinu, allt saman stigaritinu. Og til þess að gera skjáinn virkan þá þurfum við að smella hérna á í neðstu tækjastikunni hérna enable write variable þarna F7. Þá smellum við þar á og þá sjáum við hérna að það breytist aðeins, þetta verður dekkra og þá eigum við að geta sett inn hérna eitthvað. En við erum ekki heldur búin að setja á run. Við erum ekki búin að setja herminn í run stöðu og svona myndum við gera alveg eins ef við værum með inntölu tengda við þetta, að setja inntölun á run. Þannig að við skulum setja bara inn rofana, sem sagt höfum bilun A, þannig að það sé í lagi, þá tengir hann, og svo bilun B í lagi. Við smellum á þessa rofa og þá haldast þeir lokaðir. Gera þeir það ekki hjá ykkur? Því að við gerum það við latching og það eiga þeir að haldast lokaðir, ef það er ekkert annað sem truflar í forritinu eða stigaritinu. Þannig að núna, næsta skref, það er að setja herminn á run. Keyrum forritið og smellum við á run og þá er bara staðfesta confirm run on this project. Segjum OK.
Og hvað gerist þá? Aha, það er grænt ljós hérna á A. Það er líka á B hjá mér. Já, líka á B, það er fínt. Það er bara spurning hvort ég hef ekki klárað stigaritið. Já, það er málið. Ég hef ekki klárað stigaritið. Þannig að það er eðlilegt að koma ekki grænt B hjá mér. En þá ætlum ég bara að prófa sem sagt þessa rás hérna, hvernig hún virkar. Þá kemur bilun á A og hvað á það að gerast? Flautan á að koma inn og rauðljósið á að blikka og grænljósið á að hverfa. Það er það sem á að gerast. Ef við smellum hérna á bilun A, takkinn fer út og þá kemur tímasenkunin sem sagt þessa 10 sekúndur. Og þá á rauðljós að koma inn eftir þann tíma og flautan kemur inn, hún verður gul hérna eins og þið sjáið og rauðljósið blikkar. Þegar ég slekk á flautunni, við skoðum rimina fyrir það, þá eigum við að fá þessa snertu hérna fram hjá blikkaranum og gera rauðljósið stöðugt. Þannig að þetta heitir flautustopp og þá kemur stoppblikk A inn og tekur sjálfheldu hérna og tengir fram hjá blikkaranum. Smelli hérna á flautustoppið hérna, og þá sjáum við það verður græn línan við flautustoppið og stoppblikk A kemur inn og tengir hérna fram hjá blikkaranum. Blikkarinn heldur bara áfram. Þetta er bara systembiti í eintölunni sem er allan tíman að blikka, bara endalaust. Systembiti 6. Já. Getur maður breytt meðan að forritið í rauninni? Já, maður getur breytt forritinu, laga það til og svoleiðis og svo bara þegar maður er tilbúin með breytinguna, því þýðir það þegar maður er búin að smella hérna á Analyze, þegar þú ert búin að gera allar breytingar sem þú vildir gera, þá getur þú smelt á Analyze og Build Changes og síðan ferðu bara hérna í þetta að Download Project. Þá kemur að því að hún segir, já nú þarf að setja tölvuna á stopp, má gera það. Eða simulatorinn settur á stopp. Bara úr rönnstöðu, í stoppstöðu. Þá það bara vera allt í lagi í verksmiðunni eða hvað sem vera, þeir megi stoppa skiljiði. Og þá bara gerum við það þar og þá sendist forritið niður í intöluna eða í herminn og síðan annarkot hökum við það að fari strax á run eftir að við erum búin að senda þetta eða þá við setjum bara á run þegar við viljum strax á eftir. Þannig að það er alveg hægt að meðan að ferlinn í gangi þegar getum við verið að vinna í breytingum í forritinu. Og þá er bara staðfest að maður sé að vinna í því og staðfest að maður vilji breyta forritinu. Ok, en ég aðstóð ykkur með það ef það er eitthvað strand varandi þetta. Allavega, ég ætla að klára að fara í gegnum þennan feril að flautan hún fór út þegar ég ítti á flautustoppið og hérna aðtaka og þá varð rauðljósið stöðugt. Nú, ef að ég ætla að kvitta hérna áður en að ég búið að laga biluna, hvað gerist þá? Þá byrja rauðljósið aftur að blikka vegna þess að ég tók sjálfhölduna af stokkblikkinu af því að kvittun A er hérna inni í raðtengingu út í útganginn stoppblikk A. Það sem að ef ég vil láta rauðljósið hætta að blikka aftur, þá bara smelli ég aftur á flautustoppið. Þá kemur stoppblikk A inn aftur og tengir aftur fram hjá blikkaranum og rauðljósið verður stöðugt. Nú, ef að ég hef búin að gera við bilunina, þá kemur inn grænljósið á grænt A. Rauðljósið er ennþá inni og það er vegna þess að ef að þetta er panik bilun að hún kæmi inn sem sagt og það væri eitthvað bilað í þessum inngangi, síðan myndi þetta lagast að sjálfu sér og græna ljósið myndi koma að sjálfu sér aftur áður en við værum búin að fara á staðinn og á töfluna og sjá svo sagt hvar var þessi bilun.
að ef að þetta minni hérna á bilun að væri ekki til staðar, ef að rauðljósi myndi ekki vera inni, að þá vissum við ekkert hvaðan bilunin kom, skiljið. Þetta til þess að við sjáum sem sagt, hvaðan bilunin kom og þá getum við kvittað þetta út og þá bara býðum við eftir einhverju annarri bilun eða þá býður kerfið eftir annarri bilun. En það sem ég ekki búin að setja græna inn, þá ætla ég ekki að prófa það núna og ég ætla að stoppa upptökuna núna.